Fyrrverandi þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfurum fullyrðir að Landsvirkjun hafi þegar hafið athugun á virkjun Jökulsár á Fjöllum. Fyrrverandi þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfurum óttast framtíð svæðisins vegna ágengni manna. Landsvirkjun hafi þegar hafið athugun á því hvernig nýta megi orkuna úr Jökulsá á Fjöllum. Höskuldur Kári Schram og Kristján Már Unnarsson eru með þessa frétt. Bókin Jökulsárgljúfur, Dettifoss, Ásbyrgi og allt þar á milli eftir Sigrúnu Helgadóttur, fyrrverandi landvörð þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfurum, kom út í gær. Það er bókaútgáfan Opna sem gefur bókina út. Í bókinni er meðal annars sagt frá göngulöðum á svæðinu og sagt frá örnefnum og því sem fyrir auga ber. Sigrún óttast framtíð svæðisins og bendi meðal annars á að í langan tíma hafi það verið draumur margra að virkja Jökulsá á Fjöllum. Síðast núna á þessu ári var veittur styrkur, Landsvirkjun veittur styrk til þess að rannsaka á hvern hátt mætti á einhvern hátt nýta orkuna í Jökulsá á Fjöllum. Svo við erum ekkert alveg viss það að hún fái að renna áfram frjáls. Sigrún segir mikilvægt að vernda svæðið fyrir aukinni ágengni. Þjóðgarðar eru hugsaðir sem sameign þjóðarinnar og ekki bara þjóðarinnar sem nú lifir heldur kannski ekki síður þess meirihluta fólk sem á eftir að búa og lifa á Íslandi og annars staðar í heiminum. Nú Gjástykki er rétt við þjóðgarðsmörk að vestan og það er jú í hættu og við tölum mikið það. Þeistareykir það er nú talað að það er eigi að virkja, svoleiðis að maður veit ekki alveg hvað er verið að fara með þetta svæði, þessa stofi landsins okkar.